Madonna Louise Veronica Sison fæddist 16. ágúst 1958 í Bay City í Michigan í Bandaríkjunum. Hún var elst af 8 systkinum en þegar hún var 6 ára þá dó móðir hennar úr krabbamenni og faðir hennar hætti vinnu sinni til að sjá öll 8 börnin sín. Draumar og menntun. Madonna fekk námsstyrk til að læra dans í University of Michigan en eftir 2 ára nám ákvað hún að hætta í námi og leggja af stað til New York og elta drauma sína. Madonna vildi vera stjarna. Hún reyndi margt áður en hún fékk það sem hún þráði mest en meðan annars seldi hún kleinurhringi, var baksöngkona og dansari. Who's That Girl World Tour árið 1987. Madonna hélt sýningar í 18 borgum fyrir 2 milljónir áhorfenda og fékk honum $500,000 fyrir hverja sýningu. Hún var orðin stjarna og það tók 3 daga og 50 starfsmenn að setja upp sviðið fyrir hana. Madonna var ekki mjög góð útgáfa sjálfur sér og á þessum tími var hún með stóra axlapúða og mjög úfið hár. Vinsælstu lögin hennar í þessari tónleikareisu voru Material Girl, Papa Don't Preach, Like a Virgin og Who's That Girl. 10. áratugurinn. Madonna ákveðin, metnaðarfull kona sem lifir fólk á kringum sér. Á 10. áratuginu var hún orðin stjarna og búin að breyta útlit eins og gengur og gerist hjá henni Madonnu í gegnum árin. Hún hafði ætíð verið einlægur aðdáandi Marilyn Monroe, leit ávallt upp til hennar og nú var Madonna farin að skarta sömu klippingu og Marilyn og var með rauðan varalitt. Hún klæddist ögrandi búningum líkt Marilyn Monroe. The Blonde Ambition World Tour árið 1991. Madonna ætlaði að sigra heiminn og fyrsta sýningin var í Tókíó í Japan. Það var föstudagur hinn 13. en Madonna hefur ekki verið hjátrúarfull, var þetta löng og ströng ferð en þetta var aðeins upphafið en það voru 59 sýningar í þessari ferð. Þetta var afar vinsæl, hinsveisa og umtöluð einnig en sýningar hennar voru þekktar fyrir að vera afar grófar og klæddist hún ögrandi búningum og sumra mati hagaði hún sér fyrir utan siðferðismörk þegar hún var upp á sviðinu. Blonde Ambition Tour. Það var það slæmt að lögreglan í Toronto í Bandaríkjunum hótaði að handtaka hana og myndi ekki sleppa nokkrum ögrandi hreyfingum í Like a Virgin atriðinu. Madonna var ekki sátt með þetta og sagði að þær mættu alveg handtaka hana. Hún myndi frekar vilja hætta við sýninguna en að breyta henni. Hún listamaður og hún ræður því hvert hún tjáir listræna hæfileika sína. The Girly Show árið 1993. Hún fékk innblástur á nafninu fyrir þessa tónleikaferð eftir málverk sem heit The Girly Show eftir Edward Hooper. Madonna var búin að vera farsæl söngkona í yfir 13 ár og þetta var 4. heimsreisan hennar en í þetta skipti var hún að koma frá nýju plötu sinni Erotica á framfæri. Hún ferðaðist Ameríku, Evrópu, Ástralíu og Asíu og hún þjónaði mjög mikið í þessari ferð. Gerðir voru 2 þættir tónleikaferð hennar og annar þeirra var einungis sýndur í japansku sjónvarpi en hinn var gerður á HBO.
20. áratugurinn. Madonna fann ástina og giftist honum Guy Ritchie árið 2000. Hann var kvikmyndagerðarmaður og skrifaði einnig handrit fyrir kvikmyndir. Þau eignuðu soninn Rocco John Ritchie sama árið. Eftir að þau giftust fór hann Ritchie að einbeita sér að leikstýra myndböndum fyrir hana Madonnu. 20. og 1. áratugurinn. Drowned World Tour árið 2001. Þetta er fyrsta tónleikaferð Madonnu í 8 ár og hún var aðeins í Bandaríkjunum og Evrópu. Eiginmaður hennar Guy Ritchie og börnin hennar komu með henni í þessa ferð, en hún fekk innblástur frá bók sem kallaðist The Drowned World. Þessi tónleikaferð var dökk og dulvildi endileg. Confession Tour árið 2006. Madonna var á örvæntingafullan hátt að reyna að sýnast vera svöl. Þessi tónleikaferð snerist að sanna fyrir áhorfendum að popdrottningin gæti haft gaman á sviðinu. Madonna leit út fyrir að skemmta sig konunglega á sviðinu allan tímann. Sticky and Sweet Tour árið 2008. Madonna var orðin 50 og enga veginn hætti að vera popdrottningi sem við þekktum öll. En aðeins nokkrum vikum eftir hún fagnaði stórafmælinu sínu þá hófst næsta tónleikaferð hennar sem bar nafnið Sticky and Sweet Tour. Ferðin fékk nafnið eftir nýju plötuna hennar Hard to Find. Dansstíllinn í þessu tónleikaferðalagi var meira hip-hop en áður að sést, en samt sem áður var hraðinn í dönsunum alveg jafn mikið og hann verið undanfarið 20 ára flug. My boy toy. In the nick of time, I can say a second rhyme, cause it's time for change like a nickel or a noise. I'm Roman, I'm a barbarian, I'm cloning. You were sleeping on me,